Umræðan í dag, kæru félagar, tungumálið sem öll tölum. Það staðreynd að máldauði verulegur í heiminum í dag og svo ég vitna nú í kennslubókina Íslensk málsaga eftir hinn velþekkta Sölva Sveinsson. Þá segir Birna Arinbjörnsdóttir eftirfarandi, tilvitnun hefst. Í rauðu skýrslu Sameinuðu þjóðanna kemur fram að 90% tungumáli heimsins verður útdauð næstu aldamót. Við skulum halda í íslensku, ekki eingöngu vegna þess að hún okkar mál, heldur líka vegna þess að með hverju tungumáli sem við glöturum niður missum við tækifæri til að nýta það í þágu vísinda til að öðlast betri innsæi í starfsemi hugans og í þágu lista. Því hvert tungumál túlkar heiminn á einstakan hátt. Tilvitnun lýkur. Þetta, kæru félagar, er mikið áhyggjuefni sem íslenskar þjóðir glímir við í dag. Stöðug sókn ensku í formi netsins, afþreyingar, tölna og tækni að tröll ríða öllu. Hvert sem litið má finna allt á ensku. Eins og Matthías benti réttilega á áðan, þá erum við hálfpartinn neitt til að læra á ensk stýrikerfi í skólum og hefur það sína kosti og galla. Það nær heldur engir á hversu enskuskotin íslenska að verða. Orð eins og shifta í manni, basic, speaker, chilla, makear, feika, díla og fíla og allt það frá þetta gödunum meikar hreinlega ekki sens, eins og annað við nefnum skólum vil segja. Sem dæmi þá er að taka nokkrar skemmtilega setningar sem tveir drengir og hópi andvænda minna sögðu í gær, náttúrulega sem ekki í 7. tíma, það er að segja lögfræðitíma, og var ég aðeins heppinn að heimta þessar enskuskóknu setningar sem fékk hjarta mitt hreinlega og staðnum í nokkrar sekundur. Það var eins gott að þessar setningar voru ekki fleiri. Mér var alltaf síður en svo skemmt, og þessi ummæli drengina. Það var Arnór sem reið á vaðið með þessa skemmtilegu setningu eftir að hafa opnað nammipóka. Þetta nammi gerir fantabulous. Samansettur orðinu fantastic og fabulous. Hversu erfitt hefði verið að segja orðið gott eða jafnveg þetta nammi kætir bræðungana. Þetta er setningu, það var að lýsa glæpan hérna. Þeir geta bara látið cancela kostinu. Kristur, Jesús. Miklu betri kostur er einfaldlega að vera að segja þeir geta bara látið loka kortinu. Já, hvað finnst ykkur? Síðast en ekki síst var Arnór aftur þegar hann var að lýsa mjög æsandi sögu fyrir bekknum. Hann endaði í geðvíku böggi með þetta. Böggi? Ha? Vandræði að klemma hefði auðvitað geta leyst þetta orð á hólmi. En greinlegt er að orðið er ekki nógu þjáttefn manni sem hefur augljóslega enga tilfinningu fyrir íslensku með að þróun hennar yfir höfuð. Erum við að fara einangrast eitthvað verulega ef við gerum ekki ensku öðru ríkismáli? Hættum að fylgjast með umheiminum ef við gerum ekki ensku að ríkismáli? Er hreinlega ekki nóg að enska sé kennt í skólum þannig að hver og einn fái undirstöðu kennslu í erlendu tungumáli? Það finnst mér að það nægja, því engin grundvöllur er fyrir þessum aðgerðum, jafnvel ekki fyrir þessum hugsunum. Ef hins vegar að enska skyldi verða að gera opinberu ríkismáli, eins fjarstætt og það er í raunveruleikanum, þá þyrftu allir opinberi miðlar að þýða allt yfir ensku, sjónvarp, blöði, íslensku netvélarnir, allir þetta eða auka vinnu og tíma í þetta skaðræði. Hvað er betra að lesa sunnudagsmokka á ensku með kaffipössanum? Ég spyr ykkur einnig, eru þið til að heyra Elínu Hirst flytja fréttir laxastofnum í Íslandi sem sé mikilli hættu á ensku? Það er óhljótt í mínum eyrum, Ég veit ekki með ykkur, en í hvert skipti sem ég sé Íslendinga ganga vel á erlendu grundvelli, heyri ég íslenska þjóðsönginn óma og kappleikjum eða í virðulegum samkomum fyllist við þjóðarstolti sem skín í gegn. Og Guðs vors lands og land vors Guðs, við lofum þitt heilaga land. Og svo mætti lengi halda fram. Stoltið alveg í botni. Og auðvitað er sungið henni fagramál íslensku. Já, eða finnst ykkur, og þá er ég aðalega að tala ykkur hérna andmælandi mína, að við ættum ekki bara þýða þjóðsönginn yfir á ensku. Jú, klass, frábært, velgert. Við gerum henni söngvakeppni Örnum sjónvarpstöðvar. Getur ekki alveg svarað hér, eða hvað er þið? Fyrir minn part kaupi ég ekki svona takk fyrir. Þetta er einfaldlega bull og hneisa, vitleysa og steypa. Við megum ekki bjóða syndin í kaffið með því að taka enskur upp sem annað ríkismál á Íslandi. Það er okkar skoðun að það kom ekki til greina að taka upp annað tungumáls ríkismál saman hvort þessi enska, spænska, tælenska, franska eða þýska. Íslenska er okkar mál og okkar sérkenni. Glötum eftir mikilvægri sérstöðu gagnvart öðrum löndum í heiminum. Veljum íslenskt, já takk.